Komið þið sæl. Nú ætlum við að skoða gegnumbrot í endatöflum og fyrir framan okkur erum við með eitt klassískt dæmi gegnumbrot hér á hvítu leik og hvíti kóngurinn illa staðsettur og ef að hvítu passar sig ekki þá svarti kóngurinn fljótari en hvíti kóngurinn að nálgast peðinn. Sjáum til dæmis ef að hvítur reynir að koma kóngnum sínum nær þá getur svartur reynt að skorða peðinn og hlaupið með kónginn yfir á drottningavænginn. Þannig að það besta sem að hvítur getur gert að brjótast strax í gegn og ef hann leikur annarkvort A6 eða C6 þá læsir svartur peðastöðinu svona og hvítur kemst ekkert áfram og af því að hvíti kóngurinn svona langt í burtu og svartur alltaf skref á undan og við sjáum bara í þessari stöðu nær svartur bara báðum peðunum og vinnur auðveldlega. Þannig að hvítur ætti að leika B6 hér og svartur á tvo möguleika, hann getur drepið annarkvort með A-peði eða C-peði en það breytir engu hvað hann gerir. Eftir A-drepi B6 brýst hvítur í gegn með að leika C6 lokkar svarta B-peði í burtu og brýst síðan áfram með A6 og á undan að fá sér drottningu. Þannig að hvítur þarf að fórna tveimur peðum til að koma einu peði áfram. Ef að svartur drepur þetta með C-peði þá leikur hvítur A6 lokkar peðið í burtu og leikur svo C6 og vinnur þetta frekar þægilega. Kíkjum á annað dæmi gegnumbrot og hér erum við með aðeins flóknari stöðu heldur en áðan. Það eru fleiri peðin á borðinu, kóngarnir eru á sama stað en hvítur getur engan sér brotist í gegn. Hann byrjar á því að leika B5. Ef að svartur drepur peðið þá kemur C-drepi B5 og svo A6 og hvítur fær drottningu eins og við sjáum. Þannig að svartur má ekki drepa þetta. Eftir B5 besta tilraun svarts að leika kóngur G4 og þá vinnur hvítur með skemmtilegu gegnumbroti með að leika C5 því eftir D-drepi C5 kemur B6 og svo D6 og hvítur fær drottningu. Ef að svartur leikur eftir C5 kóngur F5 sem lítur ágætlega út þá brýst hvítur í gegn með að leika C6 og eftir B-drepi C6 kemur B-drepi A6 og hvítur fær drottningu eins og áður. Kíkjum þá á eitt dæmi gegnumbrot í tefldri skák og hér erum við með skák frá árinu 1992. Hér eru tveir stórmeistarar sem eigast við. Það er Andrei Karlov sem var með hvítt gegn Thomas Ernst frá Svíþjóð og hvítur var að enda við að leika kóngur E3 og með bestu taflmennsku þessi staða bara jafntefli. Svartur ætti að leika kóngur E6 eða kóngur D6 og heldur jafntefli með bestu taflmennsku. En svartur ætlaði að einfalda sér hlutina og ná uppskiptum á peðum og leik G5 sem lítur ágætlega út og nú allt í einu hvítastaðan unnin því að hann á skemmtilegt gegnumbrot hérna með að leika G4 og hugmyndin að búa til frípeð á hálínunni. Alveg saman hvað svartur gerir, hvítur kemur peði á H5 í næsta leik. Eftir H-drepi G4 kemur H5 svona teldi skákinn. Ef að svartur hefði drepið á H4 þá bara drepi hvítur á H5 og svipað dæmi kemur upp. Þannig að eftir H5 kom F5 og núna H6 og ef að svarti kóngurinn ætlar að stoppa hvíta peð þá verður hann að fara á F6 en þá á hvítur peð á C-línunni og svarti kóngurinn bara einfaldlega ekki nógu fljótur til að stoppa bæði peðin í einu. Við sjáum það hvítur fær drottningu og vinnur þetta. En skákinn teldist eftir H6 svartur lék F4 skák bara til þess að reyna eitthvað. Hvítur lék kóngur F2 og þá kom G3 skák og kóngur G2 og svartur gafst upp eftir H7. Hvítur fær drottningu og svartur fær ekki neitt við ráðið. Þetta voru gegnumbrot í endatöflum. Mikilvægt að þekka þetta. Takk fyrir.